Hér ætla ég að skýra út í grófum dráttum þrifakerfið í AACave. Förum hérna í aacave.com og smellum hér á login, loggum okkur inn með password og username. Þá komum við inn í þetta umhverfi. Hérna eru raunlega kerfið sjálft og hérna eru það hlutar sem eru virkir í því í þessu sýnidæmi og ég smelli hér á overview og hér hef ég sett upp ákveðin verkefni sem eru listu hér upp með að vera eitthvað svona sýnidæmi. Og til þess að setja upp þessi verkefni þá er það gert með mjög einföldum hætti. Við förum hérna í settings, properties og hérna getum við bætt við verkefnum. Síðan þegar við erum búin að setja upp verkefnalistan eins og við viljum hafa hann, það er að segja hvernig hann á að líta út í kerfinu sjálfu, þá þurfum við að setja og virkja hvern starfsmann fyrir sig og teikna upp og aðgangsstýra kerfinu með stöðu hvers og eins og vinnuskyldu viðkomandi. Förum hérna aftur í settings og hér er access hnappur. Hér listum við upp alla lykilstarfsmenn. Það er að segja raunlega þá sem hafa einhvers konar verkstjórn með höndum og þeir geta verið með misjöfnu vægi. Síðan hér skráum við inn alla starfsmenn sem eru bara óbreyttir starfsmenn sem eru á gólfinu og vinna þannig. Þriðja skref er að setja upp fyrirtækið í tré. Þegar við byrjum þá er bara þessi svokallaði admin, hann er bara tómur. Þetta er bara einn admin, það er að segja eigandinn, framkvæmdastjórinn eða þá sem hefur alveg 100% yfirlit yfir allt. Grunnpælingi með þessu kerfi er það að einn aðili hafi yfirsýn yfir alla hluti og hann geti með örfáum klikkum sér stöðun á fyrirtækinu og öll frávik og greint fram og tilbaka. Síðan eftir sem neðar dregur þá förum við raunlega að gera sýn hvers og eins meira fókuseraðri. Við getum auðveldlega búið til alls konar hluti, við getum til dæmis búið til annan ef við til dæmis viljum gefa framkvæmdastjóranum til dæmis bókhaldinu beina tengingu í framkvæmdastjóran, þá er það hér og svo koll á kolli. Ok, gott og vel, nú er ég búinn að stofna stjórnendur, starfsmenn og setja upp aðgangstré. Næst þarf að aðgangsstýra kerfinu miðað við starfsstöðu hvers og eins og við gerum það þannig. Hér er allt aðgangsstýrt, þessi aðili til dæmis fær hluta af verkefnunum og hér hefur hann aðgang að hluta kerfisins eins og honum ber. Síðan undir þennan verkefnastjóra, þar eru svokallaðir supervisor eða verkstjórar á viðkomandi stöðum og undir þeim er starfsmenn sem ég hef skipt hérna í 2 flokka. A og B. Nú er ég búinn að gefa raunlega þessum starfsmönnum ákveðið vægi inn í fyrirtækinu þannig að nú get ég farið að verkefnastýra þeim að fullum þunga og ég ætla að sýna ykkur aðeins pælingun á bak við þann hluta. Förum hérna aftur í overviewið og hér hefur verið að setja inn verkefni, það er að segja ég get addað hér inn 100% þrifum, 80% þrifum, 50%, líka tjekki 180 og 50 og svo einhverju fixi sem sagt þarf ég að gera við. Þetta byggist á annars vegar þessu yfirliti sem viðkomandi verkefnastjóri hefur. Við skulum bara fókusera á það sem verkstjórinn í flokki A hefur. Hann hefur þetta yfirlit. Þetta er bara hans yfirlit í staðinn fyrir, og þið sjáið alveg hvað það er miklu einfaldara, í staðinn fyrir að hann væri með þetta og hann þyrfti að sikta út hvaða verkefni hann væri með, þá getum við látið hann bara, ok, þetta er bara þitt login og þarna er bara þitt verkefni. Annars vegar þetta er raunlega verkstjórinn sjálfur, hann hefur hér yfirlit yfir öllum hlutum og síðan er það starfsmennirnir sem vinna allt í gegnum síma sinn. Bæði gefur starfsmennunum möguleika á því að geta loggað sig inn, að þeir þurfa að logga sig inn í gegnum svokallaða QR-kóða. Þá á ég við með það að þá er QR-kóði límdur upp í viðkomandi rými, viðkomandi starfsmaður þarf að koma á staðinn, opna hurðina, skanna kóðan til þess að geta skráð sig inn á verkið. Við getum líka haft það þannig að hann þurfi ekki að skanna QR-kóðan. Gefum okkur það viðkomandi aðili, hann þarf að skanna sig inn á QR-kóða. Þetta er QR-kóðin fyrir þessa íbúð og viðkomandi starfsmaður myndi þá koma hér og hann myndi skanna sig inn hérna. Og hérna eru verkefni mín sem þessi starfsmaður. Síðan sem starfsmaður þá byrja ég hér. Þá smelli ég hér á þegar ég byrja og ég ýti hér á start. Hér fæ ég bara 2 hnappa upp, þannig ég get bara staðfest þrifin og síðan tek ég mynd ef einhverja skemmdir er eitthvað þvílíkt. Þannig að ég bara smelli hér á start. Nú er ég byrjaður að þrífa og þið sjáið alveg hér kemur upp fjólublátt.
Þannig að stjórnandi sem einhvers staðar annars staðar, hann veit alveg að þessi aðili byrjaður að þrífa, kemur hann fram, hópur A, sem í þessu tilfelli er skilgreindur sem slíkur, hann er byrjaður að vinna 14:20. Nú bara líður og býður og viðkomandi aðili, hann þrífur íbúðina eða rýmið. Nú gefum okkur það, nú er ég bara búinn að þrífa viðkomandi íbúð. Þá smelli ég á þennan takka hér til að staðfesta raunlega vinnuna mína. Ég smelli hér á og tek mynd til staðfestingar á því að ég hafi, og sjá hvað gerist, það syngja strax inn að ég sé búinn. Viðkomandi verkstjóri getur séð strax að ég er búinn með þetta ákveðna verkefni og viðkomandi verkstjóri getur smellt strax á og hann sér nákvæmlega hvað er að vera. Hann sér að ég er búinn að hreinsa 100% og hérna er loginið mitt og ég byrjaði hér og ég er búinn að vera 7 mínútur að þessu verki. Síðan getur hann tékkað á hvort að þetta sé í lagi eða ekki með bara einfaldri skönnun. Sjáið alveg hvað, ef þetta er góðar myndavélar sem flesti símar eru konur með, að þá getum við alveg grandskoðað alla hluti fram og tilbaka. Svona í grunninn er þetta unnið, þannig að við höfum fulla yfirsýn yfir alla hluti. Þessi ákveðni starfsmaður, hann hefur bara val að geta nota 2 takka, það er að segja þrif og síðan ef eitthvað er skemmt, það sem hann getur ekki. Og ef eitthvað er skemmt, segjum sem bara brotin rúða, brotin borð eða hvað það er, þá er pælingi svo að viðkomandi aðili hann noti þennan takka hér. Hann smelli á hann og taki mynd af viðkomandi hlut sem er skemmtur og þá lótast hann og þá sjáum við hvað gerist hér. Hér kemur svokallað warning og það er svona signal fyrir raunlega yfir verkstjóran það ok, ég þarf að bregðast við. Viðkomandi verkstjóri án þess að þurfa að fara á staðinn, hann getur bara smellt beint á þetta og hann getur séð bara hér hvað er í gangi. Einnig er hægt að búa til skilaboð hér. Þannig hér var einhver skilaboð og svo koll á kolli. Þessi íbúð er eftir og ég til dæmis þarf að koma skilaboðan til viðkomandi starfsmann. Og þá myndi ég bara segja þrífa eftir klukkan 18 og við skulum sjá, fylgist aðeins með hvað gerist hér. Sjáðu þið. Hérna get ég sem verkstjóri, ég get bara komið sem skilaboðum bara beint til viðkomandi starfsmann. Þetta er mjög mikilvægt til þess að fullkomið vald sé á öllum hlutum. Síðan er hér ákveðnir möguleikar aðrir. Við getum þrifabeiðninni og við getum upplóta mynd. Það er að segja, ef viðkomandi aðili og einhverja hluta vegna hefur ekki getað náð að taka mynd og hann hefur tekið mynd á símann, þá getur hann upplóta myndinni seinna og þá er það bara gert með þessum hætti. Hérna getum við verðlagt þetta og ég fer eftir á hvernig við getum haldið utan verð raunlega og raunlega kostnað og annað því líkt. Við höldum utanum, eins og við sjáum hér, við höldum utanum tímana, þannig við getum séð raunlega hvað langan tíma tók að þrífa þessi íbúð og svo koll á kolli.